dag. Mjög sérstök nærvera. Og Guð í dag ætlar heilagur andi að kveikja upp gjafir sem hann hefur nú þegar sett í hjörtu margir ykkar sem eru hérna inni núna. Sum ykkar vita af þessu og hafi vitað af þessu lengi, en það er dagurinn í dag sem heilagur andi ætlar að kalla þetta fram. Og það meira sem hann ætlar að gera, hann ætlar að setja nýjar gjafir inn í mörg ykkar sem ekki hafa verið áður í lífum ykkar. Og þetta er það sem að heilagur andi ætlar að gera í dag á þessari samkomu fyrir okkur. Vegna þess að hann hefur valið þessa kirkju ákveðið hlutverk. Og eitt af því sem að þessi kirkja er og verður þekkt fyrir, sem ég hef sagt áður, eru lækningar og kraftaverk. Sem að mun verða einn á ágústónum í þessari kirkju. En það sem að mér langar að tala við ykkur í dag við erum stundum, eins og segir hérna, já en það var þá, þetta er öðruvísi í dag, er það ekki? Að við erum stundum að tala við heyrum, jafnvel hérna kristnu og fólk í heiminum tala líka þannig, að já en sko það var í gamla daga, það er í Gamla testamentinu, það var þá, en Guð hefur ekkert breyst. Gamla testamenti segir okkur svo mikið, það segir okkur fyrst og fremst frá Jesú Kristi og komu hans, en segir okkur líka mjög mikið karakter Guðs. Hver er Guð? Hver er hann sem persóna? Hvernig karakter er hann? Og þetta er eitt af því sem langar aðeins að tala núna. Í dag langar að byrja að biðja. Drottinn minn, ég bara þakka þér fyrir, Faðir, að þú ert með okkur. Ég biðji Drottinn minn á himnum að opna augu okkar og hjörtu þannig að við megum sjá og heyra sem þú vilt tala. Ég bind sérhvern anda, Drottinn, sem ekki er af þér, Faðir. Ég bara leys út þinn heilaga anda yfir salinn. Og ég biðist, Drottinn minn, komdu og snertu við okkur, Faðir. Í Jesú nafni. Amen, amen. Skoðum aðeins, til að byrjum á því, skoðum aðeins hvernig var þetta í upphafi þegar Guð skapaði heiminn, þegar Guð skapaði mannin. Hvað var að gerast? Hvað var í gangi? Við reynum svona aðeins að skoða, maður sjá, ég íti alltaf vilt, takk vel. Svona já. Reynum aðeins að skoða, ef við getum kallað sögusviðið. Hvað var þarna? Eins og segir í fyrstu Mósebók, versi 1, í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vatnunum. Ok, hverju voru þarna? Hverjir eru þarna? Hvað segir orðið okkur? Þarna er Guð, andi Guðs. Heilagur andi er þarna, er það ekki? Og síðan ef við höldum áfram, og þá segir Guð sagði, við viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líka hann oss og hann skal drottni við fiskum sjávarins og lengri, ég ætla ekki að fara lengri í þetta vers. Þarna sjáum við líka í versi 26 að Guð talar fleirtölu. Við erum búin að sjá það að heilagur andi er þarna, við sjáum það að Guð faðir er þarna og þegar hann talar fleirtölu þá getum við gengið úr því að sonurinn er þarna, það ekki. Þannig Guð, þríeinn Guð, Guð faðir, Guð sonur, Guð heilagur andi eru þarna. Ef við efumst eitthvað að Jesús sé þarna, þá sjáum við það í Nýja testamentinu, það ekki. Í upphafi var orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir eru til fyrir hann, þannig við getum verið alveg vissum það. Guðs orð kennir okkur, segir okkur, sýnir okkur. Þegar Guð er að skapa heiminn, þá eru þeir allir þrír. Eða hann, Guð, sem eru þeir allir þrír, er það ekki? Þeir eru hann allir. Og akkur er hann að þessu? Vegna þess að hann elskar okkur. Vegna þess að hann elskar okkur. Hann er að skapa mannin af því hann elskar hann. Það er eðli Guðs, hann elskar okkur. Mér er alveg sama hver þú ert, hvað þú heitir, hvað þú kemur upp, hvaða bakgrunn þú hefur eða hvað. Guð elskar þig. Þú getur engu breytt þarum. Hann er bara þannig. Mér er alveg sama hvað þú gerir áðan, hvað þú gerir á eftir, hvað þú gerir í gær eða hvað þú ætlar að gera á morgun. Guð elskar þig. Hann elskar þig jafn mikið í dag og hann elskar þig í gær og hann elskar þig á morgun. Þess vegna er hann að skapa mannin. Meðal annars. Nú við sjáum síðan, aðeins reyna
Við getum ímyndað okkur sögusviði hvernig þetta er. Ef við ætlum að sjá, bera saman Guð Gamla testamentisins og Guð Nýja testamentisins, það ekki? Þá segir hann það, en þoku lagði yfir jörðinni og vökvaði hún allt yfirborð jarðarinnar. Þannig það var allt blautt, allt í leir og leðju. Bið ykkur að sýna með smá þolinmæði hvert ég er að fara með þetta, við sjáum það eftir. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leir jarðar og blés í lífsand í nasir hans og þannig var maður lifandi sál. Ok, getum við séð þetta fyrir okkur. Tekur leirinn og mótar mannin, alveg eins og talar ekki Jeremía, það sem að tala mótar okkur eins og leir og blæs síðan lífsanda í nasir hans og maðurinn verður til. Maðurinn verður lifandi vera. Þannig að Gamla testamenti segir okkur þetta, þríeinn Guð er til staðar í sköpuninni. Hann skapar manninn úr blautum leir. Hann blæs lífsanda í mannin. En hvað segir Nýja testamentið? Er sami Guðinn í Nýja testamentinu? Með sama karakterin, sömu eiginleikana, hegðar hann sér eins eða svipað? Hvað segir þið? Er það ekki? Er það ekki? Þarna bregðust við síðan. Maðurinn bregst. Maðurinn bregst. Og við syndum sem verður til þess að við erum aðskilin frá Guði. Strax þá ákveður hann ætlar að koma aftur. Hann ætlar að koma á þessu sama og vera í gangi hér, er það ekki? Þegar hann skapa okkur. Þetta er svona basic guðfræði, er það ekki? Þetta vitum við flest. Og hvað sjáum við síðan í Nýja testamentinu? Þegar Jesús er að fara að ganga inn í þjónustuna sína. Hann er að fara af stað inn í þjónustuna sem að var til hvers fallin, til hvers var þjónustuna. Hann er komin til að setja okkur á sama stað eða gefa okkur möguleika á því að vera á sama stað við vorum í uppæð þegar Guð skapaði okkur, það ekki? Og hvað gerist þá? Þarna stendur hann upp úr vatninu eftir að Jóhannes skýrari hefur skýrt hann. Og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfa kom yfir sig. Hverjir eru þarna? Þarna er sonurinn, er það ekki? Og þarna er heilagur andi. Og hvað gerir svo? Og rödd kom að himnum, þess er minn elskaði sonur. Hver segir það nema faðirinn? Sem ég hef velþóknun á. Þarna eru komnir aftur, allt í einu, allir saman á sama tíma og sama stað, allir þrír, segir orðið okkur. Þegar hann er að byrja að stíga inn í að koma okkur á sama stað og hann var byrjað á upphafið, ekki? Þetta er sami Guðinn, þetta er sami kærleikurinn, þetta er sama elskan sem Guð er úthella yfir okkur, alveg sama hvort það verið í sköpunni eða í dag. Þannig þegar þið heyri fólk segja við ykkur, býtu, já, en þetta er nú í Gamla testamentinu og þetta er nú úrelt og þetta er gamalt, þetta var þá og datarátara. Við sjáum þetta hérna ekki. Þetta er sami Guðinn, þetta er sami kærleikurinn og var í upphafi. Ást hans til þín, elska hans á þér, hefur ekkert breyst. Hún hefur ekkert breyst og hann er jafn heilagur og hann var þá. Þannig að nú getum við séð það, þríeinn Guð var til staðar í sköpuninni og þannig er þríeinn Guð í Mattheus 3:16. Aftur. En hann skapaði manninn úr blautum leir líka. Hvað gerir hann í því? Jóhannes 9, að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í laugin í Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Þarna var blindur maður sem hafði verið blindur frá fæðingu sem að Jesús hittir. Hann hrækir, það tók mig fleiri ára að skilja þetta. Hann náði þess að akkur hrækir Jesús á jörðunum, býr til leðju og stingur í augunum manninu. Ég meina, hver gerir svona? Hann er að búa til ný augu í manninu, það ekki? Alveg eins og Guð skapaði líka með okkur og leðjun í upphafið, það ekki? Voru ekki að tala um það? Þannig að hann gerði það nákvæmlega sama aftur eftir hann byrjar í þjónustunni til að færa okkur á þann stað sem okkur ætla að vera á upphafi. Sami Guðinn, sami kærleikurinn. Þannig að sjáum við að
Sami Guðni í Nýja og Gamla testamentinu. Hann ekkert breyttur hvað þetta varðar. Blæs lífsanda í manni, það gerða líka. Og veistu það að eftir að Jesús dó, birtist lærisveinunum og þeir horfðu á götin í lófanum á honum. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði meðtaki heilagan anda. Þarna blæs hann í þá nýju lífi sem hann hafði opnað leiðina til að geta orðið til. Með að gefa líf sitt ekki. Þetta ekki sami Guðinn að gera sama hlutin aftur fyrir mig og þig eins og hann gerir þegar hann skapa okkur upphafi, þrátt fyrir að við höfum brugðist að því hann elskar okkur. Að því að kærleikur hans óendanlegur. Aftur og aftur kemur blessun hans yfir líf okkar. En eins og ég sagði á hann er heilagur og eins og syndin hefur í gegnum tíðina gert okkur viðskila við Guð, að þá gerir syndin það enn þann dag í dag og enn þá dag í dag erum við ofta að glíma við synd. En orðið segir okkur þetta. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst. Ekki neitt. Skoðum aðeins 1-2 dæmi viðbót, það sem við sjáum þessar hluti gerast. Kannski aðeins svolítið grófari. En þegar að Jósúa hafði sigrað, þekkjum flest söguna Jeríkó, að þá sagði Guð við hann, fariði og takiði Ai, það var borg sem heitir Ai. Og þeir fara þeir segja við þurfum ekki að fara svo margir hérna, Guð með okkur og hann búinn að vera með okkur og búinn að valta yfir á hver sigur og fætur öðrum að því Guð með okkur og hann senda bara ákveði marga hermenn, ekki allan hópinn. En mennirnir í Ai, hermennir þar, þeir raskiltu alveg, þeir drullu töpuðu, mistu fullt af mönnum og koma tilbaka og segja við vorum raskiltir. Og Jósúa, hann verður alveg bara miður sín og reytir hár sitt og allt það verður mjög miður sín. Og hann bara segir við drottinn, hvað er í gangi, af hverju töpum við? Hvað er að gerast? Hvernig getum við tapa? Hversu oft? En svo kemur í ljós eins og stendur þarna. Akkur þið gerðu það. Guð hafi sagt við þá, það sem þið taki herfangið í Jeríkó, að sumt af því sem þið megið ekki vera með, megið ekki taka. Bannfærðir hlutir. Svo kemur fram, þarna Jósúa 7:1, en Ísraelsmenn fóru sviksamlega með þið bannfærða, Akan Karmísson, Sabítóssonar, Serakssonar af Júdaættkvísl, tóka hinnu bannfærða, upptendraðist þá reiði drottins gegn Ísraelsmönnum. Það sem þessi gaur gerði, hann sal. Það var einn af hermönnunum, hann hirti fyrir sjálfan sig, faldi henni tjaldi og svo gróða niður. Hann syngaði gróflega gegn Guði. Og það hafði þau áhrif að það smita þessi gjörð hans, þessi synd hans, hún hafði afleiðingar, hún smitaði út í allan her, þannig að þeir töpuðu, allan her Ísraelsmanna, þannig að þeir töpuðu. Þetta hafði mjög mikil áhrif, vegna þess að Guð er heilagur. Og það er oft sem að hlutinni gangi ekki upp í mínu lífi, mér finnst þeir ekki ganga upp og maður fer að væla í Guði hvað ég er svona og ég er að gera allt sem þú segir maður að gera. Maður heldur að maður geti unnið sig fyrir náð Guðs, það er ekki hægt, hún er bara þarna, alveg saman hvað ég geri. Hún er alltaf jafn mikil, ég get ekki aukið hana að minnka hana, það er ekki hægt. Og þá fer maður ofta að reyna, já, af hverju er þetta ekki svona, af hverju er þetta hinsegin? Og þetta er alveg eins og vorum að lesa áðan þegar að Jesús setti leðjuna í augun á blindamanninum og lærisveinarnir sögðu við hann, býtu, af hverju fæddist hann blindur? Var það ekki svo mikla syndir í lífi hans að hann var blindur og er ekki þess vegna? Hversu oft ég gerir það stundum, bara ég bið Guð að fyrirgefa mér, ég gerir það stundum, ég stend sjálfum að því, þá maður að dæma fólk eitthvað að hjá fólki kannski í lífinu og maður að hann hlýtur að vera eitthvað, hann er að gera eitthvað sem hann á ekki að vera að gera eitthvað svona. En ástæðan fyrir að þessi ákveðni maður var blindur var svo eins og drottinn Jesús sagði, hann blindur frá fæðingu til þess að dýrð Guðs verði opinber á líf hans. Í þessu tilfelli. En þarna hefur þessi gjörð þessa einstaklings, hefur þessi áhrif inn í herinn. Niðurstaðan þessi Guð segir þeim að gera, þið verið að fjarlægja hennar mann. Þið verið að fjarlægja hann.
Hann getur ekki verið lengur á meðal ykkar vegna þess að syndin hefur þessar afleiðingar. Eins og sjáum hér, Ísrael hefur syndgað, þér hafi rofið sáttmálað þann sem við bauðum að halda. Þér hafi tekið þeim bannfæri, þeir hafa stólið. Þeir hafa lengt því og lagt því á syni sínum. Fyrir því fá Ísraelsmenn eigi staðist fyrir óvinnu sínum, heldur leggja þeir á flótta fyrir þeim því að þeir eru í banni. Ég vil eigi vera meður eftir þetta ef þér eigi hinu bannfærða sem meðaliðar er. Þetta er svolítið harkalegt, er það ekki? En þarna segir Guð við þá, þið verðið að fjarlægja þetta til vegna þess að þetta skemmir svo mikið út frá sér. Þetta gengur ekki. Þetta fæ ég stundum að heyra hjá Guði í mínu eigin lífi. Maður er kannski að gera eitthvað sem við vitum að við eigum ekki að vera að gera. Maður er að segja eitthvað sem maður veit maður ekki að vera að segja. Og Guð bankar á hjarta, Þráinn, þú verður að láta að þessu, annars stígur undan mínum blessunum. Er það ekki? Það er ekki þægilegt í lífinu þegar Guð er að banka á mann og benda mann á að maður sé á röngum stað eða maður sé að gera ranga hluti á einhverju sviði. Það er rosalega þægilegt. En vegna þess að hann er heilagur og hann elskar þig og hann villir það besta, hann villir alltaf besta og þá líka leiðbeinar hann okkur og ráðleggur okkur í þessu sambandi. En við þurfum að passa okkur. Þetta er mjög vandmeðfarið. Sjáu þið hér næsta dæmi úr Nýja testamentinu, sambarlegt dæmi þar sem við vorum að skoða áðan. Þarna erum við með fyrirgefna, ég er ekki gleymd að skipta hér. Þegar Ananías og Safíra, þegar apóstolarnir koma saman, þeir selja eigur sínar, safna í pott, allir eiga sameiginlegt. Ananías og Safíra, þau seldu en drógu undan verðið, skiljuðu ekki inn og stálu í raun og veru. Ef við lesum hérna byrjum á versi 2 og drógu undan að verðinu með vitund konu sinnar en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti, Ananías, hví fylgdi Satan hjarta þitt, svo þú lögst að heilugum anda og dróst undan að verði lands þíns. Áttið þú ekki landið? Var það ekki þitt? Og var ekki andfyrir þess að þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér í hugkvæmast slíkt tiltæki? Og enda með því, þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gaf böndina, hann bara datt niður dauður. Að lauga heilugum anda. Þetta er eftir upprisuna og þetta er þegar náðatíðinbilið byrjað. Það reynir að stela heilugum anda og hann dett niður dauður. Þetta er rosalegt, er það ekki? Þetta er rosalegt. En það sem ég langar að benda ykkur á þessu sambandi, ef við skoðum, ég langar að enda í þessum parti á þessu, að hvernig Páll kennur okkur að takast á við svona hluti. Í Kórintu þar var maður sem var uppvísað syndsamlegu lífverðni. Hann var að sofa hjá eiginkonu pappa síns. Hann var að sofa hjá stjúpmömmu sinni, raun og veru. Og Páll segir þeim að reka hann úr samfélaginu, sem þeir gerðu, vegna þess að þetta tekur samfélagið undan blessun Guðs, þessi hluti sem hann er að gera. Síðan kemur hann aftur, hann Páll, í öðru Kórinthubréfi og þá talar hann við þá að fyrirgefa þessum ákveðna einstakling, vegna þess að þessi einstaklingur hafi iðrast. Hann hafi iðrast. Sannri iðrun. Og Páll segir við þá, en hverjum sé þér fyrirgefið, honum fyrirgefi ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna yðar fyrir augliti Krists. Til þess að við yrðum ekki vélaðir að Satan, því að ekki er oss ókunnugt vélráð hans. Þannig við þurfum að passa okkur líka, ef það er einhver sem gerir eitthvað á minn hlut, eitthvað hræðilegt að manni finnst, hvort sem það er mér persónlega, einhverjum hópi sem ég er í, kirkjunni sem ég er í, vinnunni sem ég er í, ég verður að vera tilbúin að fyrirgefa. Ég verð að vera það. Sjáu þið síðasta versið, númer 11. Til þess að við yrðum ekki vélaðir að Satan.
Því að djöfulli reynir að nota svona aðstæður svo mikið í lífi okkar til að reyna að binda okkur inn í einhverju þannig að við festust og við náum ekki að vaxa út úr því. Þannig það alveg sama hversu mikið ég hef upplifað að hafi verið gert á minn hlut, það alveg sama. Ég á að fyrirgefa. Og ég á að gera meira þegar ég á að taka fólki sátt ef að sönn iðrun ekki bara að segja fyrirgefu. Iðrun að snúa við. Algjörlega. Algjörlega. Þannig að ég vil bara hvetja okkur öll til að passa okkur, fara mjög varlega hvernig við tökum á þessu í okkar eigin hjarta. Alveg saman hvernig það tengist okkur eins og við sagðum, ég persónlega, vinnan eða hvað það? Eins og segir hér í Kólussabréfinu, umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum. Ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skuluð þér að gjöra. En íklæðist yfir þetta allt elskunni sem band algjörleikans. Ég á ekki að tala meira. Ég að trufla heila annan. Ívar, ert þú hérna einhvers staðar? Má ég biðja þig að koma og spila pílneiti? Mér langar